Já, við erum mætt hérna með Jón Arnar Ingvarsson, þjálfara ÍR. Hvernig svona er tilfinningin að koma inn í sláturhúsið og vinna sjálfa deildarmeistarana Keflavík? Það er bara frábært, ég meina það er náttúrulega erfitt að koma hingað og Keflavík er með mjög gott lið og náttúrulega frábæran heimavöll og við mættum vel einbeittir og unnum bara svona vinnun okkar nokkuð vel allan tíman og héldum sérstaklega haus svona undir að síðasta þegar að blésa á móti og bara frábær sigur. Já, þeir eru með mjög svona skemmtilega breytt í ykkar liði. Ykkur er svona sérstakir sem voru að standa upp úr í dag að þínu mati? Nei, ekki sko, við erum með fína breytti í þessu okkur og í dag þá dreifði stigaskorið töluvert mikið á milli manna og það eru margir sem geta stigið upp og skilað stigum fyrir okkur og öðrum góðum hlutum og við höfum líka menn inni sem hafa minna verið að spila og þannig að ég held að það sé vanmetið breytin. Við vorum náttúrulega að spila á móti KR sem er með svona þunga sleða inni og við bara tökum á því með okkar hætti og það gekk ágætlega með KR og mér fannst það svona ekki neitt stór vandræði með þetta í dag og það náttúrulega gefur okkur auðvitað líka ákveðina möguleika að vera með leikmenn sem eru léttari og fljótari og geta stigið út og hitt fyrir utan og svo framvegis. Er eitthvað svona sem þú vilt segja við stuðningsmenn ykkar hér að lokum? Ég segi bara takk fyrir, ég meina það er öll góð lið þurfa að hafa góðan stuðning og ég er alveg viss um það að þessi frábæri stuðning sem við fengum í dag og höfum verið að fá núna í úrslitakeppninni að hann hjálpar okkur mikið. Sigurður Ingimundarson, þjálfari Keflvíkinga, þið mæti hér feiknarsterku ÍR-liði í dag. Hvað svona var sem gerðist á lokametrónum? Já, þetta var leiðilegt að tapa þessu. Þeir náttúrulega eru að spila vel þessa daginn ÍR-ingar og við byggumst svo sem við því og hefði verið allt í lagi, hefði ekki svona tæplega helminguna mönnunum hjá mér bara hreint út sagt spilaði illa. Þeir spiluðu bara illa nokkrir menn, svona lykilmenn og voru ekki að spila eins og við svona erum vanir að sjá þá og þá kemur það niður okkur. Samt var þetta fárlega nálægt og algjör óþarfi okkur að tapa samt. Betri Arnar Freyr Jónsson spilaði virkilega vel í dag. BA byrjaði sterkt en var svo sem ekkert mikið meira úr því en aðri leikmenn sem við þurfum að fá sko til að spila betur og liðsheildin í fyrirleik sérlega var frekar slök fannst mér. Þannig að við eigum hellinginni. Já, nú voru það að reyna að taka það á allan völl svona 70-80% af leiknum, það var ekki að skila sér. Eitthvað svona sem þið getur unnið í fyrir næsta leik? Já, ef mínir menn mæta betur tilbúnir þá verður þetta erfiðara fyrir þá sem eftir sem líður lengra á og þeir þurfa að kljást við þetta aftur og aftur og aftur. Það er ekkert mál í byrjun. Mun sagðan endurtaka sig frá árinu 2005 þar sem ÍR-ingar komu hér í sláturhúsið og unnu fyrsta leik en sá svo getið sólar eftir það. Já, ég man vel eftir þessu og ég er ansið hræddur að ÍR-ingar muni líka vel eftir þessu og ekki það við höfum lagt upp með það en við ætlum allavega að spila miklu betur heldur við spilum þessa leik í næsta leik. Tökum einn í einum. Hreggviður Steinar Magnússon til hamingju með sigurinn. Takk fyrir það. Erfitt að koma í Keflavík? Nei, bara hrikalega gaman og náttúrulega greiðilega gaman að spila góðan bolta núna og við erum búin að eins og segja, vera mikil stígandi í þessu liði núna eftir áramót og loksins þegar mannskapurinn var kominn, þá erum við búin að bæta þetta með hverju vikunni og áttum svona töp sko þegar voru menn þó í deildinni en svo núna undanfarið erum við búin að spila okkar allra besta bolta. Já, þið eru að blómstra núna, hvað endið í 7. sæti í deildinni og takið núna KR og flengi þá gjörsamlega, mæti svo henni í sláturhúsið, viðfrægasta heimavöll landsins og þið vinni reyndar í framlengingu. Mun þetta verða eins og í síðustu seríu þegar þið unnu 2005 og sáu sunningin til sólar eins og félagið minn sagði? Nei, mér þótti bara mjög gaman að sjá í KR-seríunni, það var auglýsing í Morgunblaðinu, Déjà Vu og það er náttúrulega ef fólk hugsar að þetta sé að sagan endurtaki sig. Ég meina í dag er náttúrulega bara allt annað dagur heldur fyrir árið síðan. Og þetta er annað ÍR-lið, þetta er annað Keflavíkur-lið og þetta er annað KR-lið. Þannig að þetta er náttúrulega bara öflug lið að berjast á móti hvort öðru og öll þessi topp 7 lið eru með mjög öflug lið og þetta er búin að vera mjög öflug deild og fjölbreytt og skemmtileg. Þannig að það er náttúrulega bara hrikalega gaman að sjá þessi lið eitt í kappi. Hvað er það svona sem þú vilt meina að þessi klikka núna í ykkur? Hvað er að klikka saman í hópnum, liðinu? Já, það er svona 2-3 atriði að mínum mati. Aðalega er
sko, við erum búin að leggja mikla áherslu á vörn og við erum að leggja mikla áherslu á að stoppa að halda lykilmönnum og öðrum náttúrulega minni spámönnum sko niður og það okkur búin að takast það sko núna undanfarna leiki. Númer 2 þetta náttúrulega gríðarlega öflugt sóknarlið og við erum með sko marga menn, við erum með 5-6 leikmenn sem geta skorað sko 20 stig nokkuð auðveldlega og það sýnir sig í kvöld, ég man ekki, þetta var sko ég held við höfum allir verið með 13, 14, 15, 16, 17 stig sko, 5 leikmenn. Já, og svo númer 3 að þá náttúrulega bara gríðarlega mikið chemistry í þessu liði og við erum að smetla bæði sko utan vallar og innan, þannig að þetta eru þrjón. Virkilega góður andi í hópnum. Já, mjög svo. Já, það sem þið voru að gera, þið voru að keyra mjög hratt á Keflavíkurliðið. Er það svona ykkar skeiðasta leynivopn? Ég myndi nú ekki segja að þessi neitt leynivopn hjá okkur sko, náttúrulega aðalsmerkinni það sem við náttúrulega erum að horfa á, það er mjög öflug vörn allan leikinn og eins og segi, við erum með mjög öflugt sóknarlið, við getum keyrt hratt á móti Keflavík eins og þeir eru vanir að gera, við getum sett upp í hægan leik eins og KR eru vanir að gera, þannig að það er náttúrulega greiðlega mikið aðalsmerki hjá okkur að við getum spila hvers konar bolta sem er. Þú ert með nickname í Breiðholtinu, þú ert sem í legend í Breiðholtinu, eða ekki? Jú, það guð vera rétt. Hvað er það? Þú ættir að vita það. Reggie Mag, hvað var það? Já, þetta er sko málið er að ég náttúrulega heitir Hreggviður og þetta er náttúrulega ekkert auðveldasta nafn í heimi og þegar ég fer til Bandaríkjanna þá náttúrulega geta þar sko menn ekkert borið fram Hreggviður, þannig að þá kom þetta nafn Reggie. Já. Mjög gott og stuðningsmennirnir ykkar fóru hérna sáttir í dag og ertu ánægð með þá? Herðu, hrikalega stígandi líki þeim og náttúrulega ótrúlega gaman að alveg sama hvaða lið það er að fá öflugan stuðningsmannahóp og hrikalega gaman að sjá það mæta inn í Keflavík og þeir eftir að mæta líka öflugir í Seljaskólann, þannig að það verður bara hrikalega gaman að mæta á miðvikudaginn og keppa á móti öflugu Keflavíkurliði aftur. Hvaða lið fer áfram í hinni seríunni, spá? Ég ætla að segja að það fari í 8 leik framlengingu og Snæfell vinnur með 1 stigi. Tæknivill á bekkinn í lokin? Nei, ég segi það nú kannski ekki, en þar eru 2 mjög jöfn lið og það getur allt gerst. Já, nákvæmlega.